Er þið komið? Já. Komið þið sæl. Ég heiti Sólveig Sigurðardóttir og ég er verkefnisstjóri í Háskóla Erasmus+ og með mér í dag eru Margrét Jóhannsdóttir, verkefnisstjóri starfsmennahluta og Svandís Ósk sem er verkefnisstjóri í æskulýðshluta og Jón Svanur, verkefnisstjóri í háskólahluta. Nei, í skólahluta, alls ekki. Við ætlum að kynna fyrir ykkur Erasmus+ samstarfsverkefni. Við erum að taka kynninguna upp og hún verður gerð aðgengileg eftir fundinn. Með Margrét munum fara yfir kynninguna og svo tökum við spurningar í lokin, en ykkur er velkomið að skrifa spurningar í spjallið á meðan við erum að kynna og reynum að svara þeim jafnóðum, en tökum annars bara í lokin ef við náum ekki að skrifa. Skiptum glæru. Við byrjum bara á byrjuninni. Við erum að tala Erasmus+ sem er styrkjaáætlun Evrópusambandsins fyrir mennta- og æskulýðsmál og íþróttir. En árið 2021 þá hófst nýtt tímabil í áætlunni og það mun vera til ársins 2027. Á því tímabili verður tvöfalt meira fjármagn en á fyrra tímabili, eða alls 26 milljarðar evra, sem má segja að endurspeglar mikla trú á áætlunni og þeim verkefnum sem er verið að vinna innan hennar. Þessi upphæð er fyrir alla áætlun í heild sinni, öll þátttökulönd alveg yfir þetta 7 ára tímabil, en á þessu ári þá hefur íslenska landsskrifstofan til ráðstöfunar 3,5 milljónir evra fyrir samstarfsverkefni. Og á þessu tímabili eru einnig fjölbreyttari tækifæri og aukin áhersla á ákveðin forgangsatriði sem ég mun fara yfir á næstu glæru. Á þessu tímabili þá var ákveðið af Evrópusambandinu að þessi 4 forgangsatriði ættu að vera gegnumgangandi í allri áætluninni og þvert á skólastig. Það er sjálfbærni eða grænar áherslur og inngilding, áherslan á að öll hafi tækifæri til þess að taka þátt í áætluninni. Og svo er það stafræn þróun, stafrænir starfshættir og færni. Og svo virk þáttaka í lýðræðissamfélagi. Og við munum fjalla aðeins meira forgangsatriðin á eftir. En ef við förum aðeins yfir tilgang samstarfsverkefna, næstu glæru. Þetta er evrópskt samstarf skóla, stofnana, æskulýðssamtaka, fyrirtækja og fleiri lögaðila sem miðar að því að auka gæði í menntun og æskulýðsstarfi, þróa og prófa nýjungar, stuðla að framþróun, vinna saman, deila reynslu og þekkingu, deila niðurstöðum eða afurðum sem nýtast mörgum og öðlast reynslu af fjölþjóðlegu samstarfi eða menningu. Þetta eru mjög fjölbreytt verkefni sem eru unnin í þessari áætlun. Þau eru jafn fjölbreytt og þau eru mörg. En það sem þau eiga allt sameiginlegt er að í þessum verkefnum þá eru fleiri aðilar frá löndum í Evrópu að vinna saman. Næstu. Hverjir geta tekið þátt? Það eru skólar, stofnanir, félagasamtök og fyrirtæki í þátttökulöndum Erasmus+. Meginatriðið er að þetta eru lögaðilar sem eru að taka þátt. Og þegar sótt er verkefni þá er ákveðið hver er verkefnisstjóri verkefnisins og hann sækir fyrir hönd hópsins og er ábyrgur fyrir verkefninu gagnvart landsskrifstofu. Svo eru hinir aðilarnir kallaðir samstarfsaðilar og en allir samstarfsaðilar þurfa að leggja eitthvað af mörkum í verkefninu og í umsókninni. Síðan geta verið svo kallaðir associated partners. Það eru aðilar sem styðja við framkvæmd verkefnisins og kynningu en fá ekki fjármagn. Þetta eru jafnvel aðilar sem koma kannski inn í verkefnið með einhvern ákveðinn tilgang í einhvern ákveðinn tíma. Síðan geta líka aðilar utan Erasmus+ landa tekið þátt ef þeir koma með sérlega mikilvæga þekkingu eða færni í verkefnið. Og það þarf að vera vel rökstutt í umsókn og þeir geta ekki verið verkefnisstjórar.
Skipta. Aðeins meira samstarfsaðila. Það er góður hópur er grunnur að góðu verkefni og hafa þarf í huga að þegar verið er að velja samstarfsaðila, að hópurinn þarf að hafa víðtæka þekkingu í þeim málaflokki sem verkefninu er ætlað að takast á við, sem og tengsl við markhóp verkefnisins. Og ég vil leggja aðeins áherslu á þetta er mjög mikilvægt. Því ef samstarfsaðilar eru ekki í tengslu við markhóp verkefnisins og nýtast niðurstöður verkefnisins ekki neitt. Og annað í tengslu við þetta, að það líka að átta sig á markhóp verkefnisins þegar þið eruð að velja í hvaða skólastig eða æskulýðsstarf þið ætlið að sækja í. Stundum liggur ekki alveg augum uppi strax hvar verkefni á best heima, á hvaða skólastig, og þá er mikilvægt að átta sig á hver markhópurinn er og í hvaða flokki eða skólastigi hann tilheyrir. Og gefið ykkur svo tíma til þess að kynnast þeim aðilum sem þið hyggist starfa með í verkefninu og byggja upp traust innan samstarfsins og tryggið þátttöku hópsins við undirbúning og skrif umsókna þannig að allir aðilar eru með frá byrjun til enda. Svo mælum við líka með að þið kynnið ykkur reynslu samstarfsaðilana af Erasmus+, lítil samtök eða fyrirtæki sem hafa komið af tugum ef ekki hundruðum umsókna á nokkurra ára tímabili ætti að athuga vel og jafnvel varast. Skipta. Í áætluninni eru tvenns konar forgangsatriði í gildi. Það er annars vegar forgangsatriði fyrir áætlunin í heild sinni sem kallast horizontal priorities og það eru þessi 4 atriði sem ég fór yfir í byrjun kynningarinnar, inngilding, grænar áherslur, stafrænar áherslur og virk þátttaka. Síðan eru líka svona sértæk forgangsatriði sem ákveðin fyrir hvert skólastig eða æskulýðsstarf á hverju ári. Þau kallast field specific priorities. Og þegar þið eru að sækja þá þarf umsóknin að styðja við að minnsta kosti 1 svona sértækt forgangsatriði og eða 1 forgangsatriði fyrir áætlunin í heild. Og það er nauðsynlegt fyrir ykkur að fara vel yfir forgangsatriðin fyrir það skólastig eða æskulýðsstarf sem verkefnishugmyndin ykkar fjallar og vera viss að hugmyndin ykkar passar inn í þau forgangsatriði. Og það getur lesið öll forgangsatriðin á heimasíðunni okkar erasmus+.is og líka í handbók Erasmus+ eða program guide. Skipta. Aðeins skipulag verkefna, það má svona skipta upp í þessa 4 liði. Það er í fyrsta lagi áætlun, það sem þið skilgreinið markmið, eða skilgreinið þarfir og markmið, niðurstöður og afurðir, framkvæmd og gerið tímaramma. Svo er það undirbúningurinn, þar sem þið skipuleggið viðburði og vinnu, greinið verkþætti, hugsið praktísk atriði og framkvæmd, skilgreinið markhópa, útbúið samstarfssamning við samstarfsaðila og svo framvegis. Og svo er það framkvæmdin sjálf, framkvæmd verkefnisins, þar sem þið framfylgið áætlun sem er í umsókn. Svo er það eftirfylgnin sem er gríðarlega mikilvæg, en þar fer fram mat á gæðum afurða og viðburða og áhrif og dreifing niðurstaðna. Skipta. Mig langar að sýna ykkur stutt myndband af verkefnið sem var unnið í Landbúnaðarháskólanum. Þetta er starfsmenntaverkefni. Þetta myndband sýnir svo vel hvernig verkefni getur orðið til alveg frá hugmynd að framkvæmd. Ít að play. Þá hafði félags skrúðgarðyrkjumeistara haft samband við okkur þegar þeirra félagsmenn höfðu verið að lenda í slysum. Þar sem að fólk var að klifra í trjám með því að nota stiga og klifra upp stiga upp í tréð með keðjusög. Við höfum svona haft áhuga á því að skoða þetta klifur nánar. Þetta væri eitthvað sem við þurftum að bæta inn í kennsluna hjá okkur. Enduðum hjá Kaupmannahafnarháskóla. Þar voru 2 sérfræðingar sem voru bara, já, við bara erum til í að
hjálpa ykkur með þetta og úr varð að þau ákvað að koma hingað hálfu ári síðar og vera með svona sýningu á trjáklefi á Íslandi. Eftir þessa kynningu þá ákvaðum við bara að kýla á að sækja verkefni í gegnum Erasmus+-áætlunina. Hvað gæti hver skóli eiginlega fengið út úr þessu? Því að það er mjög misjafnt eins og í þessu tilfelli er skólinn sem er með allt námsefnið og alla þekkingun og allt í þessu og meðan við erum ekki með neitt tengt í trjáklifri til þess að gefa þeim. En á móti kemur og þau höfðu áhuga á fjarnámslausnum, þannig að við höfum gríðarlega reynslu þar. Ef við erum að fara að skoða fjarnámslausnir og kennslu í svona verklegu fagi eins og trjáklifur að hvort að við förum ekki í það að hafa allt sem við búum til rafrænt og eins aðgengilegt og hægt er fyrir sem flesta hópa. Þetta hentar bæði þeim sem er að fara að læra, eru bara að byrja í þessu, og fagmönnum sem eru úti að vinna. Þeir geti farið þarna og ná sér í þau skjöl og efni sem þeir þurfa til þess að geta flett upp og undirbúið sig í vinnunni. Myndband er svo gott dæmi það hvernig svona samstarf verður til og hvernig þetta er framlag allra aðila sem koma að verkefninu. Þannig að Landbúnaðarháskólinn vantar einhverja nýja þekkingu inn í nám sitt sem Kaupmannahháskólinn gat veitt þeim. En síðan þurfti Landbúnaðarháskólinn að hugsa hvað framlag þeirra geta verið, því að þau voru ekki með neina þekkingu trjáklifur en þau voru að standa sig vel í fjarkennslu. Og þar af leiðandi gerðu námsefnið rafrænt og úr varð samstarfsverkefni. En ég ætla að gefa núna henni Margréti orðið. Gjörðu svo vel, Margrét. Já, komið sæl. Já, ég ætla að fá að halda áfram, bara aðeins að bæta við Landbúnaðarháskólaverkefni. Það er svo gaman þegar maður sér svona verkefni sem að skipta svona miklu máli. Svo voru auðvitað fleiri þátttakendur í verkefni sem var svo sem ekki minnst á, en það voru allavega samstarfsaðilar frá 2 ef ekki 3 löndum í viðbót. Þannig að í raun og veru var til efni sem að nýtist mjög víða. Þannig að við hlökkum náttúrulega til að sjá verkefna hugmyndir frá ykkur frábær verkefni sem geta skipt máli og aðstoða og bætt bara það sem við þurfum í hverju landi fyrir sig. En ég ætla aðeins að fara nánar í þessi samstarfsverkefni, en þetta eru 2 flokkar. Við köllum þau stærri og smærri samstarfsverkefni. En stærri samstarfsverkefnin þau heita í handbókunum og umsókninni Cooperation Partnerships og smærri verkefnin aftur kölluð Small Scale Partnerships. Stærri verkefnin eru eins og þetta hljómar, þau eru stærri, gildistíminn er lengri, þau geta verið allt frá 1 ár upp í 3 ár. Það þarf að minnsta kosti 3 samstarfsaðila frá 3 löndum og þessi verkefni er í boði á öllum skólastigum og í æskulýðsstarfi. Smærri samstarfsverkefnin, þau þurfa ekki að gilda nema hálft ár, 6 mánuði, en geta varið alltaf 24 mánuðum. Þarna þarf bara 2 samstarfsaðila frá 2 löndum og þessi verkefni er í boði á öllum skólastigum og æskulýðsstarfi en að undanskildu háskólastiginu. Við höldum áfram. Hérna koma svo markmið samstarfsverkefni, svona meginmarkmið. En þau hafa þau markmið að auka gæði í starfsemi þeirra sem koma að verkefnunum og deila reynslu og nýjungum. Nú síðan að styrkja stofnanir og samtök sem vinna þvert á landamæri og tengja milli ólíkra skólastiga og faggreina. Að mæta sameiginlegum þörfum og forgangsatriðum á sviði menntunar, þjálfunar og æskulýðsstarfs og að stuðla að framförum hjá einstaklingum og eða stofnunum innan einstakra geira sem leiða til umbóta og nýrra aðferða. Ef við höldum áfram, að þá sjáum við hérna hvernig verkefnin eru fjármögnuð. En fjármögnun samstarfsverkefna er núna sem föst upphæð, eða það sem er kallað lump sum. Og þeir sem hafa áður tekið þátt í raun og veru áætlunum, voru með verkefni í eldri áætlun og voru samstarfsverkefni þar að þeir sjá að hérna er töluvert mikil breyting að ræða. Það er mjög mikilvægt að hafa í huga að þessi fjármögnun sem er að ræða, að hún er hugsuð sem styrkur til þess að framkvæma, svona sem framlag til þess að framkvæma ákveðna hluti. Og raunverulegu kostnaður verkefnisins, hann á að vera hærri en styrkurinn sem veittur er
og það gert ráð fyrir aðkomu aðila verkefnisins inn í fjárhagslega aðkomu þeirra líka. Og þetta þarf að skýra í umsókn. Það er ekki í raun og veru verið að biðja ákveðið Excel-skjal eða eitthvað slíkt sem sýnir nákvæmlega krónur og aura, en þið þurfið svolítið að sýna fram á hvernig allir aðilar komu svolítið að því að fjármagna hverja umsókn. Nú það er mjög mikilvægt að velja raunhæfa upphæð miðað við þarfir og umfang verkefnisins og það er ykkar hlutverk að sýna fram á að styrkupphæðin sem þið veljið, hún sé raunhæf og passandi. Og það segir sig sjálft að það eru gerðar kannski meiri kröfur til þeirra verkefni sem eru stærri heldur en þau sem eru aðeins minni. Við sjáum hérna vinstra megin á glærinu að stærri samstarfsverkefnin að þar geta umsækjendur sótt 120.000 evrur, 250.000 evrur eða 400.000 evrur. Og núna það bara, við geta bara sótt ákveðna upphæð og það er þannig að þegar verkefnin eru metin að þá er ekki hægt að lækka styrkupphæðina. Og sé styrkupphæðin metin óraunhæf, þá þurfa matsmenn hreinlega að hafna umsóknina og fella umsóknina. Og það virkar þannig líka að þær umsóknir í hverju upphæð fyrir sig, að þær keppa í fyrstu umferð í raun og veru fjármagnið. Keppa hvor við aðra fyrst. Og ef við höldum aðeins áfram. Og hér sjáum við svona lista yfir þá verkþætti sem er að ræða í samstarfsverkefnum og styrkupphæðin, hún snýr náttúrulega að þeim verkþáttum sem eru mögulegir í samstarfsverkefnunum og þessi listi er ekki tæmandi en svona gefur góða mynd af því sem er mjög algengt að fólk sé að gera í verkefnunum. Það er verið að tala náttúrulega verkefnastjórnina. Það er semst áætlanir gerð fjármál, samskipti, samhæfing milli samstæðusaðila, eftirfylgni, umsjón og svo framvegis. Síðan eru námsviðburðir, kennsla og þjálfun, fundir og viðburðir og síðan vinna við afurðir verkefna eða niðurstöður og miðlun á niðurstöðum og afurðum verkefnisins. Og allir verkþættirnir, þeir skulu hæfa verkefninu vel og markmiðum þess og það er mikilvægt að vita að verkefninu er hugsuð þannig að samstarfsaðila verkefnisins, það séu þeir sem séu framkvæma verkefnin. Og það má vera fá utanaðkomandi aðila inn í verkefnin og með svokallað verktakavinnu, subcontracting, en hún er ekki leyfileg við þau verkefni sem eru meginverkefni innan verkefnisins. Þeir mega kannski fá einhvers konar aðstoð, til dæmis við eitthvað tæknimál eða kannski þýðingar, eitthvað slíkt, en það er ætlað að hugsa þannig að þeir sem eru aðilar að verkefninu, þeir vinni, komi að þessu meginverkefni. Ég held að sé orðalagið í handbókunum séu core activities. En þetta er svona atriði sem skiptir mjög miklu máli, þannig að við hugsum þannig að þeir sem eru í verkefnahópnum, það eru þeir sem ætla að vinna meginverkefni. Og við höldum áfram. Og stærri samstarfsverkefnin, þau eru núna þeim skipt upp í vinnupakka. Og umsækjendur skýra áætlaða framkvæmd verkefnisins í þessum vinnupökkum. Það er vinnupakki verkefnisstjórnar, hann er alveg sér. Og þar er verið að miða við aðferðafræði verkefnisins, skipulag samstarfsaðila verkefnisins, fjármálastjórn og svo fleira. En vinnupakki verkefnisstjórnar, hann getur aldrei verið meira heldur en 20%. En síðan eftir vinnupakkar framkvæmda þáttana að þar er farið í gegnum markmið, verkþætti og afurðir, megindleg viðmið og gæðaviðmið afurðir. Þau eru aðeins betur í það hérna á eftir. Það er svona talað og mælt með að hámarki 5 vinnupökkum, þar með talið vinnupakka verkefnisstjórnar, en það er ekki regla sem segir að megi ekki vera fleiri. En þetta er svona ákveðið viðmið sem hægt er að hafa í huga. En ef ykkur finnst að þið þurfið fleiri vinnupakka þá getið þið bætt þeim við að þið teljið að skýri betur verkefni sem slíkt. Og ef við höldum aðeins áfram. Hérna sjáum við svona skýringamynd yfir vinnupakkana. Og áður en ég segi neitt meira þessa mynd, þá vil ég segja ykkur hún kemur upp úr handbók sem er sérstaklega unnin fyrir þessi verkefni núna og þið finnið á heimasíðu Erasmus Plus og er kölluð handbók lump sums. Og ég vil bara hvetja ykkur eindregið til að skoða hana mjög vel og það mjög mikið gagnlegu efni fyrir þá sem að skrifa umsóknir í þessari handbók.
En það sem þessi mynd fyrst og fremst að segja okkur að núna þá þurfa að vera mjög skýr tengsl á milli markmiða verkefnisins, heildarmarkmiðsins og síðan þarf hver vinnupakki í raun og veru að hafa svona sértæk markmið til þess að ná heildarmarkmiði verkefnisins, ef við hugsum það þannig. Og það það talað eitthvað sem heita smart markmið og það sem það þýðir að S stendur fyrir að þau séu sértæk, þau þurfa að vera mælanleg, það þarf að vera mögulegt að ná þeim, auðvitað, og síðan þarf að vera tímalína. Og við mælum með því að það sé notað sé látið fylgja og það sé komið fram tímaáætlun í umsókninni og gott að nota svona Gantt-chart til þess að sýna framvindu og tímaáætlun fyrir verkefnið. Síðan þegar við komum að niðurstöðunum, expected results, að þar er mikilvægt að það sé hægt að mæla í raun og veru, að það séu viðmið, indicators, séu skrifaðir inn í umsóknina, sem sagt það komið fram hvað þið ætlið að mæla og hvernig þið ætlið að mæla til þess að sjá árangur verkefnisins. Þannig að tengslin passiði bara þessi tengsl á milli markmiða, vinnupakkana sem að síðan skipt upp í svona verkþætti og sem leiða að niðurstöðum sem að þið getið sýnt fram á hvernig þið ætlið að mæla árangur. Og þá skulum við halda áfram. Síðan náttúrulega, þessi glæra hefði kannski jafnvel átt að vera undan, hún sem passar allt í lagi vegna þess að það skiptir svo rosalega miklu máli í þessum verkefnum að þarfagreiningin sé skýr og góð þarfagreining, hún er lykilatriði fyrir gott verkefni. Það er fjallað grunnþörf, primary þörf sem þið ætlið að uppfylla í verkefninu og það er nauðsynlegt að vinna að þessum þörfum til þess að verkefni teljist árangursríkt. Síðan talað aukaþarfir eða secondary sem æskilegt að sinna ef umfang verkefnisins leyfir og síðan þessi hliðaráhrif. Það eru þessar þarfir hvaða þarfir sem gætu notið góðs af afrakstri verkefnisins en ekki stendur til að vinna með sem alveg sérstaklega. Það er ráðlegt að útbúa þarfagreiningu á skipulagðan hátt og nota til dæmis gap analysis aðferðafræðina þar sem skýrt í rauninu hvaðan þið farið og hvert þið stefnið á hvar þið ætlið að vera í lok verkefnisins. Að það sé góður gangur og menn skilji mjög þessa leið sem þið ætlið að fara á verkefnatímanum. Og ef við höldum aðeins áfram, að þá það sem ég komið núna þegar ég búin að vera að tala meginatriði stærri verkefnana og það sem þið hef sagt hingað til nema að vinnupakki mestuleyti sama hugsunin gildir fyrir smærri verkefni líka, en þó eru þau töluvert mikið einfaldari og það alveg sérstæk markmið fyrir smærri samstarfsverkefnin. Það sem markmið að auðvelda og bæta aðgengi að áætluninni og hvetja til þátttöku aðila sem ekki hafa tekið þátt áður og smærri stofnana og fyrirtækja. Það er mikill stuðningur við inngildingu og markhópa fólks sem hafa færri tækifæri og það er stuðningur við verkefni sem leiða til aukinnar Evrópuvitundar og auka vægi Evrópusamstarfs á landsvísu. Nú þetta þessi sérstöku markmið fyrir smærri verkefnin og eins og þið sjáið þá verið að reyna að búa til verkefni sem eru einföld sem gera aðgengi að áætluninni einfaldara. En meginmarkmið samstarfsverkefna gilda auðvitað líka fyrir þau smærri. Og ef við höldum áfram, að þá í raun og veru getur maður svolítið hugsa smærri verkefnin eins og einn vinnupakka í stærri. En eins og ég sagði áðan það gildistíminn minni, það aðeins frá 6 mánuði upp í 24 mánuði og það þurfa bara að vera 2 aðilar að vinna saman, auðvitað mega vera fleiri. En lágmarkskrafan að það séu 2 samstarfsaðilar að vinna saman og þeir eru kannski að skiptast á reynslu og þekkingu, þeir geta verið að framlega þróa eitthvað, en í raun og veru einfaldleikin í því að þú þarft ekki að finna nema 1 samstarfsaðila. Og þessi verkefni eru auðvitað minni, en þarna bara hægt að sækja annarkvort 30.000 evrur eða 60.000 evrur. Og þetta eins og áður, föst upphæð, lump sum. Og þegar þið eruð að undirbúa þá þarf auðvitað að ákveða styrkupphæðina miðað við markmið verkefnina og þau geta verið miðstór og byggð upp á mismunandi hátt en þið þurfið svolítið að sýna fram á að það sem sú upphæð sem þið völdið að hún sé raunhæf fyrir það sem þið ætla að gera í verkefninu.
Og tengsl markmiða, verkþátta og niðurstöðu þurfa líka að vera skýr í umsókn hér alveg eins og í stærri verkefnunum. Og umsóknin smærri verkefnin, hún bara frekar einföld. Það farið yfir lýsingu verkefnisins, markmið og áætlaðar niðurstöður. Það umfang og verkþættir sem eru skráðir í svona activities, verkefnisniðurstöður og áætluð áhrif og mikilvægt að upplýsingarnar séu skýrar þannig að matsmenn geti lagt mat á það hvort áætlanirnar eru raunhæfar. Þarna sjáum við bara svolítið yfirlit yfir þessar tvær tegundir af verkefnum, minni og svo aftur stærri, sjáum mismundi fjármagn 30.000 eða 60.000 í minni verkefnunum, 120, 250 eða 400.000 evrur í stærri verkefnunum og síðan fjöldi samstarfsaðila og gildistími kemur þannig. Þetta svona bara rétt að rifja upp svona megin svona mismun á þessum verkefnum. Og ef við höldum áfram þá það þannig að allar umsóknir þær eru metnar af utanaðkomandi sérfræðingum og hér sjáum við svona matskvarðan, þau atriði sem eru skoðuð í mati. Fyrst það relevans eða það sem við köllum þarfir sem verkefni kemur til móts við og tenging við stefnumið og áherslur ESB. Að bæði smærri og stærri verkefnin þau geta fengið hámarki 30 punkta sem snýr að relevans. Síðan kemur Quality of Project Design and Implementation, það gæði verkefnis og framkvæmdar, að þarna sjáist smærri verkefni geta fengið hámarki 30 punkta en stærri 20 punkta. Síðan það gæði og samsetning samstarfshópsins og áætlun samvinnu. Þarna eru báðar tegundir sem geta fengið hámarki 20 punkta og síðan varðandi áhrif að þá eru meiri kröfur gerðar til stærri samstarfsverkefna geta fengið hámarki 30 punkta meðan smærri geta fengið hámarki 20 punkta. Ég vil ráðleggja ykkur eindregið að skoða í handbókinni svolítið meiri umfjöllun þessa matskvarða, hvað verið að biðja og passa ykkur þegar þið að skrifa ykkar umsókn að svara þeim atriðum sem að vera vissum að matsmenni skilji og svari þeim atriðum sem að farið verið að skoða í matinu. En til þess að eiga í raun og veru möguleika á að fá styrk þá þurfa verkefnin að fá lágmarki 60 stig og helming af þeim stigum sem eru hámarksstig í hverjum lið. Og þá skulum við halda aðeins áfram og Sólveig ætlar að taka við núna aftur. Já, ég vil benda á nokkur atriði varðandi hvað stuðningur í boði fyrir ykkur ef þið ætlið að sækja um. Í fyrsta lagi vil ég benda á nokkur stoðverkefni Erasmus Plus sem við sjáum hér. Þið sem eru starfandi á leik-, grunn- eða framhaldsskólastigi, þið getið nýtt ykkur e-twinning og School Education Gateway til þess að finna ykkur samstarfsaðila en einnig hægt að nota e-twinning sem svona rafrænan samstarfsvettvang í verkefninu ykkar. Og svo geta aðilar í fullorðinsfræðslu nýtt sér e-pali, það vefsvæði þar sem fagfólk í fullorðinsfræðslu getur bloggað, deilt fréttum og auglýsingum viðburði og sótt efni í gagnabanka. Ég vil líka benda á að við erum reglulega að auglýsa tengslaráðstefnur og vinnustofur sem haldnar eru bæði erlendis og heima líka fyrir fólk sem hefur áhuga á að sækja um Erasmus Plus eða eru nú þegar með reynslu og við erum að veita styrki til þátttöku, góða styrki og getur fylgst með auglýsingum á heimasíðan okkar og á Facebook síðan okkar og það reglulega eitthvað sem dettur inn fyrir öll skólastig. Skipti næstu. Og ráðgjöf við undirbúning umsókna veita starfsmenn landsskrifstofu. Þið getið alltaf hringt í okkur eða sent okkur tölvupóst ef ykkur vantar ráðgjöf. Svo erum við líka með svona hugmyndablað sem hægt að fylla út og senda okkur til þess að fá ráðgjöf varðandi verkefnið. Og ef þið sækjum þá þurfum við að fara vel yfir öll gögn verkefnaflokkin og það helst Erasmus Plus handbókin eða prógramgætin og svo líka eins og hefur fram komið þessi sérstaka handbók lump sum kerfið sem er mjög góð. Þetta bæði aðgengilegt undir
á heimasíðunni okkar undir nytsamlegir tenglar undir samstarfsverkefni hvers skólastigs. Við mælum líka með því að þið skoðið Erasmus Plus Project Results Platform, en þar hægt að finna öll verkefni sem hafa verið unnin og þið getið nýtt ykkur þetta bæði til þess að fá innblástur af verkefnum en líka til þess að athuga hvort ykkar verkefnishugmynd hefur nú þegar verið framkvæmd áður en þið farið af stað. Bara næsta. Og þið sækið rafrænt á gegnum vef Evrópusambandsins. Finnið það með því að fara fyrst inn á heimasíðuna okkar, erasmusplus.is, og þar á forsíðunni finnið þennan rauða kassa, Erasmus Plus og European Solidarity torgið, umsóknir og skýrsluskil. Smellið á það og þar farið inn á vef Evrópusambandsins. Þar á forsíðunni smellið á Erasmus Plus Opportunities. Svo veljið þið í hvað skólastig eða æskulýðsstarf þið ætlið að sækja og svo þurfið að velja hvort þið ætlið að sækja small scale partnerships eða smærri samstarfsverkefni eða þá cooperation partnerships sem þá stærri samstarfsverkefni. Næsta. Svo bara svona rétt að lokum. Næsti umsóknarfrestur fyrir samstarfsverkefni 22. mars klukkan 11. En fyrir smærri samstarfsverkefni þá líka frestur 4. október klukkan 10. Fyrir æskulýðsstarf gilda þessi báðir frestir, bæði 22. mars klukkan 11 og 4. október klukkan 10. Umsóknin aðeins sendin rafrænt og munið eftir nauðsynlegu fylgigögnum. Og en svo vil ég benda líka á í lokin að 28. febrúar milli klukkan 2 þá erum við með svona hagnýta vefstofu umsóknarskrif fyrir umsækjendur samstarfsverkefni og þar munum við fara vel yfir umsóknarformið saman. En ég mæli með að skrá ykkur á hana og kíkja á hana ef þið eru að fara af stað með umsókn. En þar með kynningun okkar lokið. Ég ætla að slökkva á upptökunni.